Já, það voða gaman að heyra þetta lag. Það heyri það ekki. Og oft Hungry Heart. Nei. Bruce Springsteen. En þá að svona, já, matnum hjá okkur og eins og sagði, ég veit ekki hvort það rétt hjá mér, en svona tilfinningin segir mér það að kannski þessar myndir hendu meira mat heldur en ofta áður. Geti vel trú því. Þau kaupum mikið og kaupum kannski svolítið öðruvísi inn fyrir jólin og Já, mikið meðlæti með matnum. Já, og kannski ekki allt alveg klárað og kannski ekki alltaf viss á hvernig má geyma þetta, hvað má geyma. Já, hvað geymist til dæmis ekki. Það svo sem tekið þetta því að salatið þegar maður búin að búa það loksast til og það eitthvað eftir að þú setur í ískap, þá geymist það nokkið sérstaklega. Nei, sérstaklega myndi verið að blanda svolítið svona allskyns tegundum saman að það verið svona blautt og ógeðslegt daginn eftir. En við skulum bara heyra hvað Steinar Aðalbjörnsson sem nú okkar næringafræðingum að segja. Við erum eiginlega búin að stela honum að Matís. Sæll blessaður og góðan dag. Sæll blessaður, góðan dag. Þú heyrir þessar bollaleggingar hjá okkur. Jú. Ætli sé ekki svolítið til í þessu Steinar að fólk hendi töluvert af mat. Við gerum það nú sennilega í það eiginlega yfir árið en kannski aldrei meira heldur en kannski jólahátíðina. Eða hvað? Hvað hefur þú tilfinningunum? Jú, þetta alveg rétt. Ég held að tilfinningin minn sé svo sama á ykkar að við náttúrulega kaupum of mikinn mat yfir höfuð þó við svo sem höfum lært ýmislegt eftir kreppuna 2008. Við höfum lært að kaupa betur inn að þá held ég að það sé ennþá og dæmin sína og niðurstöðu kannana sína að svona almennt sé þá eru kannski að fleygja 30%, alltaf 30% af því sem við kaupum okkur inn. Og ég held að þetta sé bara hærra yfir jólamánuðina vegna þess að þá er náttúrulega keypt í stórum stíl og þeir sem hafa annað bara efna á því að kaupa meiri mat til gera það. Og þá er það bara eðli málinu samkvæmt eftir því sem við kaupum meira þeim meira eða sem við borðum ekki. Það er bara að ég vona það allavega. Já, en við áttum okkur ekki alltaf á og við erum svolítið kannski pínu rög við það sko að setja til dæmis í frysti. Það er ýmislegt sem má fara í frysti. Já, það eru langflest sem má fara í frysti. Það eru nokkrar svona reglur sem ber að hafa í huga varðandi matinn og svona almennt séð bæði með frysti og kælingu þá dugar matur, svona eins og til dæmis jólamaturinn okkar, hann dugar í 4-5 daga almennt. Það er hægt að lengja þetta með góðri kælingu og þá er náttúrulega það fyrsta sem við þurfum að hugsa er að koma heitum mat niður fyrir 20 gráður sem fyrst. Og síðan varðandi það að frysta mat þá er það eiginlega bara ein regla, það má frysta náttúrulega langflest en þegar maður er búin að frysta einu sinni og þýða þá frystir maður ekki aftur, þetta er svona megin reglan í þessu. Já, einmitt. En þetta er mjög mismunandi á milli tegunda af matvælum og eins líka hvað það er sem í raun og veru skemmist fyrst og margt sér maður sem að sér með augunum til dæmis eins og salat og ávist og svona að það sé orðið skemmt getur í sjálf sig verið alveg óhætt að borða það en bara augun segja okkur svo mikið hvort okkur kemur til með að þykja maturinn góður eða ekki og svo er síðan annað sem að kannski lítur út alveg eðlilega en er síðan ekki æskilegt til neyslu og þá er oft þannig að fólk sem að sér vöru sem kannski aðeins farið að líta öðruvísi út heldur það er að gera eins og alltaf ávistra aðeins farið að skipta litum þá er það fyrsta sem fólk gerir að henda sem er alltaf alrangt af því það er hægt að gera svo margt við til dæmis tökum bara banana þegar það er aðeins farið að þeir eru aðeins farið að dökkna þá maður alltaf nota þá bara í bananabrauð sem dæmi þannig að við erum sjálfsagt að henda alveg mjög miklu að óþarfa og svo líka að má ekki gleyma því að kannski það vitulegasta sem er hægt að segja þetta er að það á ekki að vera neitt ætilegt í ruslinu því ef við erum að nýta matinn okkar eðlilega og fullkomlega þá á ekki að finnast neitt ætilegt í ruslinu Nei. Sko, segjum bara til dæmis eins og hamborgarhryggur sem er væntanlega algengur jólamatur hvað 3 dagar í ískápnum er það alveg hámark? Nei, sko þetta fer svolítið eftir hvernig við höfum meðhöndlað matinn sem dæmi, hann er hitaður upp og á að vera hitaður upp fyrir 60 gráður ef að síðan þú ert að skera sneiðar við borðið, við matborðið og þú ert að skera til dæmis allt of
alltof mikið, þannig að það er ekki verið að framreiða það kvöld heldur síðar, þá ertu strax búin að hafa áhrif á geymsluþoli. Þá er hitinn ekki eins lengi í þessu, sneiðarnar er komin sundur og ákveðin kæling á sér stað strax. Síðan ef að maturinn, segjum svo að það tekur, 1,5 tíma, 2 að neyta kvöldmatarins, jólamatarins, og síðan er ekki gengið frá heldur og ekki beint í gjafir. Og maturinn situr upp á borðum, þá ertu strax búin að hafa líka áhrif, neikvæð áhrif á geymsluþoli. Aftur á móti ef að fólk myndi fara og kæla, leyfa kannski matnum að standa aðeins til þess að ná mesta hitanum úr honum ef að það er búið að borða. Ef sá hitir ekki nú þegar komin úr sem ætti reyndar að vera við máltíðina, að þá var náttúrulega strax að gera allt sem hægt til þess að kæla þetta, koma þessu í rétt ílát, koma þessu inn í kæli. Og ef eitthvað er fristað, þá fristað það strax. Þannig að með þessum hætti þá getur jável og auðveldlega komið geymsluþolinu upp í 3, 4, 5, 6 og jável 7 daga. Og ágætt þá erum við mikið til dæmis kjötafgangs að fristan í svona smarri pakningum skiptaði niður í minni pakningar svo við getum notið þess alls. Já, og það er annað því þeir hringi nú í næringarfræðing sko að það að setja þetta í minni skammt og setja þetta í fristi, það er líka alveg lykilatriði þegar þú ætlar að taka þetta út aftur, að þá ertu að taka réttu skammta, þá ertu ekki að taka meira eða of mikið né of lítið. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli líka bara varðandi holdafæri og við mættum að gera þetta oftar þegar við erum kannski að elda fram í tíma sem að margir gera nú. Að elda ekki of mikið eða ekki of stóra skammta og það vart að frista eða geyma, að setja þetta í minni einingar sem er þá auðvelt að grípa til þegar maður er á fullri ferð í þessum hamagangi sem er í ganginu, sér þá sérstaklega núna. Akkurat. Kærar þakki fyrir þetta, Steinar. Fín ráð. Já, og njóttu komandi daga. Já, gleðileg jól. Já, sömuleiðis, takk.